Hér komin Úli Lamble sem má segja að sé ein af stjörnum vorsins með hest sinn Álfaklett frá Sigri Gegnisólfum sem með hæstu aðalengun ársins og já, bara með allra hæstdæmdu stóðustum frá upphafi, til hamingju með það, Úlil. Takk kærlega. Kannski byrjum aðeins, geturðu sett saman í orð hvernig hestur Álfaklettur er? Já, það ekki bara eitt orð yfir því, gæðingur. Já. Svo einfalt. Já. Tókst þetta alveg eins og þú ætlaðir í vor og Já, ég held það. Ég held að ég hafi ekki getað gert þetta betur. Nei. Þetta var, mér fannst hann bara alveg frábær og ekkert sem ég hugsa svona tilbaka að ég hefði kannski getað gert eitthvað öðruvísi. Ekki þannig lagað, sko. Nei. Hvað framhaldið svo núna? Bara sjálfsagt fullt af hrissum og... Já, og við erum að sæða við hann. Já. Og það svona aðalega til þess að geta haldið hann aðeins í þjálfun, sko. Já. Getur nú vel verið að hann farið út aðeins í haust eða svona síðsumar með hrissur en það svona, nú náttúrulega tekur við það sem er á það keppnisferill. Já. Hann náttúrulega byrjaði svo sem á því aðeins í vetur og langar rosalega að keppa á hann. Ég ætla nú samt láta svona slá á puttana mér og fara ekki að Reykjavíkurmót og ekki á Íslandsmóti í ár. Nei. Að mér finnst að hann vera búinn að gera svo mikið, ég er búinn að koma svo oft fram með hann. Og þannig að nú ætla ég bara svona að þjálfa hann og njóta hans og við ætlum að hafa hann í hrissum og svo er það bara meistaradeildin held ég bara næsta vetur sem maður stílar á. Kannski svona fyrir þá sem eru í miklum pælingum, hvað þarf að, hesturinn er orðinn 7 ára gamall, til þess að bæta hest ár frá ári, þá er ekki mikilvægt að hlúa öllu í upphafi og fara ekki á hratt af stað, en er ekki mikilvægt samt að hestarnir séu alltaf að bæta sig? Jú, það er mjög mikilvægt, sko, en maður vill náttúrulega, ef maður fer með á í kynbótasýningu eða svona sýningu, þau eru 4 og 5 ára gamlir, þá finnst mér mjög mikilvægt að gera, að maður miðar við það að gera bara það sem þau geta auðveldlega og gera heima, ekki kannski svona tekka á skeiði á síðustu stundu eða annarkvort að maður er búinn að þjálfa það og prófa það eins og finna að það liggur opið og fyrir og eins og til dæmis þegar hann var sýndur 4 ára gamall og þá sýndi hann svona sprett í raun og veru eins og hann sýndi í dag nema bara hægar. Þú veist hann hleypt hann og fór fallega á stökki og svo niður á skeið og skeiðaði svona hreint og fínt og hægði niður og þá var í raun og veru búið að leggja borð fyrir það sem hann er að gera í dag og mér finnst það svo mikilvægt að ef maður lendir í að taka of mikið út í sýningum, meira heldur en kannski innstæða fyrir, maður fær svaka dóm og svona, þá náttúrulega kemur bremsa síðar. Ekki bara í kannski tölum hjá dómurum, heldur en bara í afköst síðan á keppnisvellinu. Og það er náttúrulega það sem þú veist, við Bergur, okkur finnst kannski ekki okkur hafa tekist virkilega vel upp með hestinn okkar, nema þá að hann fari í gegnum góðan kynbótadóm og svo í keppni, getur virkilega staðið sig í keppni. Það finnst mér svona, þetta haldast í hendur, mér finnst þetta ekki tveir heimar, bara einhverju rækta kynbótaross. Kynbótarossin, þau eru náttúrulega beljurnar og úr kynbótarossunum þurfum við að búa til alla þessa hesta sem þörf er á markaðinu og það er náttúrulega bara mikið af því keppnishestar og reiðhestar og keppnishestar og reiðhestar eru náttúrulega í raun og veru óbúslega þeir eru óbúslega svipaðir hestar, góður reiðhestur, hann þarf að vera kjarkaður, hann þarf að vera viljugur, hann þarf að vera rúmur og hann þarf að geta slakað á og þú veist að þetta er nákvæmlega það sem við þurfum í keppnishestin líka, þannig að þú veist, mér finnst mjög mikilvægt að maður þjálfar hestana þannig að þeir geta alltaf bætt sig og helst bara þannig þangað eru kannski bara, myndi ég bara halda 14-16 metra. Er þetta ekki eins og þú kemur aðeins inn á orðið reiðhestur, er það ekki bara glæsilegt orð yfir íslenskan hest? Stundum hefur það verið notað í neikvæðri merkingu, en að vera reiðhestur, er það ekki markmiðið? Og svo náttúrulega viljum við hafa auka flottheit, en reiðhestur fyrst og fremst. Já, þetta er allavega mjög svona, maður geti ímynd sér að reiðhesturinn hafi ekki jafn mikið fótaburð og keppnishesturinn, en sjálfur sér ekkert annað. Nei. Þú veist, við viljum hann sé endingagóður, hann sé sterkur, hann sé vel gerður og gerkaður og svo gott og gaman að ríða á honum, hann sé taumléttur og þú veist, þetta allir þessir eiginleikar og þannig mér finnst það mjög skildi, ég skil ekki alveg þegar fólk er að skilja þetta að. Já, einmitt, mjög gott, mjög góða pælingar. Og mér finnst reiðhestarnir í raun og veru koma bara út úr gæðingaræktinni. Þú veist, þeir koma, það er bara afurð sem kemur út úr og þarf ekkert að rækta reiðhesta eitthvað sérstaklega. Allir gæðingar eru reiðhestar.
nákvæmlega. Nú ertu búin að fara með Álfaklett, fórst með hann á vorsýningu í Hafnarfirði og svo ertu mætt hér á landsýningu. Hvernig finnst þér þetta framtak, landsýning? Að mér finnst það frábært og mér finnst svona, þú veist, umræðan er náttúrulega búin að vera, landsmót er búin að vera dalandi, það er búið að vera dalandi aðsókn og lítum endurnýjun og margir að gagnrýna og í raun og veru ekkert sem gerist, enga breytingar. Já. Þarna núna erum við rauninni að prófa að gera það sem við höfum alltaf verið að tala um, eða margir hafa verið að tala um, að reyna að koma bara með hestana til velunarhendingar og vera ekkert að dæma það upp aftur. Nú fáum við svona prufukeyrslu á það. Nú getum við sest niður eftir og sagt, ok, mér finnst þetta takast vel eða ekki. Já. Þannig við erum loksins búin að prófa það, þannig að allavega er það mjög gaman, finnst mér að sjá alla hesta saman komna á eina ringvöll. Og þegar það er svona einn dagur eins og þetta, þá náttúrulega þá endist ég allavega mikið betur til þess að sjá hestana og njóta þeirra. Þú veist, þegar það er heil vika, þá einhvern veginn gefur maður frá sér, maður sér ekkert nema eitthvað takmarka. Heldurðu þetta væri kannski ráð allavega á milli landsmótsára að vera með svona viðburð og jafnvel að hugsa það þá að fara inn á landsmótin meira með hrossin í kynningu, kynbótahrossin? Já, en ég svona, þú veist, mér finnst samt vera alveg sama hver segir, þá er munur á milli dómnefnda og það er munur á milli staða og kannski með því að láta hestana koma saman, þá náttúrulega keppa þeirra jafnvætis grundvelli á þessum stað. Þannig að ég skil það líka. Þannig ég veit ekki alveg hvernig hægt er að gera það. En hvað getum við gert varðandi það ef að fólk upplifir mun á milli dómnefnda? Hvað er til ráða? Ertu með einhverjar pælingar í þá áttu? Nei, það er náttúrulega búið að stokka vel upp í dómnefndina núna og þú veist menn voru ekki lengi á sama stað og það voru ekki alltaf sömu dómnefndnar og svona en það er náttúrulega bara þessi æfing sko, æfing, þjálfun og ekki síst kannski bara fara yfir núna þessar upptökur, nú er til svo góðar heimildir og náttúrulega mjög áhugavert kannski að kíkja aftur á þessa hesta og sjá hvernig þeir voru sko bara, við tökum bara öll hrossin sem voru hérna að sjá hvernig þau voru yngri, sem eru orðin eldri og hvernig þau hafa þróast, hverjir hafa þróast vel og ekki og hvort það sjáist eitthvað þessum sýningum þegar þau voru yngri sem að kannski bendir til þess að þau annarkvort kemur þá bara mjög vel út eða ekki. Það eru svona upplýsingar, ég held að sé það sem við þurfum að gera, bara fræðsla og bara bæta okkur. Alltaf. Við erum öll í þessu saman hvorum megin við borðið við erum öll að stefna sama markmiði, að bæta íslenska hrossstofninn, þannig að samtalið er alltaf bara til betra. Já, það er það og ég held að því meira sem við kannski bara, ég held að sé mjög hollt líka að fólki að skoða, þú veist, hvernig hestar eru notaðir, það er mjög mikilvægt fyrir alla dómara og alla sem eru í hestamennsku að sjá hvernig hestar eru notaðir erlendir til hvers þeir eru notaðir, hvernig þeir eru ræktaðir hér á landi, að íþróttadómarar sé að fylgjast með kynbótadóma og kynbótadómarar sé að fylgjast með íþróttadóma, virkilega setja yfir það, þannig að það komi einhver svona sammengt og ég held að dómararnir þurfa og knapar þurfa náttúrulega að tala mikið meira saman og mér finnst að vanda svakalega bara það að það sé meira samband að milli knapa og dómara, bara almennt, að við séum með málþing og að við séum að fara yfir hlutina, að menn þori að tjá sig, segja það sem þeir finnst, áður en þeir springa úr reiði yfir eitthvað persónulegt atriði, heldur að menn sé að tjá sig almennt og hugsa íslenska hestinn og framför. Algjörlega. Ólíl, til hamingju með frábæran hest Álfaklett og alla þína ræktun og takk fyrir greinargóð svör. Takk kærlega.